Blairismi endalok sósíaldemókratíunnar. Sósíaldemókratían byggðist upp á samkomulagi verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmálaflokka hennar vegum við atvinnurekendur hvernig ætti að skipta gæðum þeim sem yrðu til í atvinnulífinu og í fyrirtækjunum. Litið var á fyrirtækin sem mjólkurkú sem mætti nýta til þess að byggja upp samfélag sem byggðist upp út frá hagsmunum fjöldans. Síðan breyttust hugmyndir okkar hvað væri fyrirtæki og við fórum að trúa því að eina leiðin til þess að líta á fyrirtæki væri að horfa á það sem eign hluthafa sinna. Eina leiðin til þess að meta hversu vel fyrirtæki stæði sig væri að horfa á það hversu mikla peninga eigandi geti dregið upp úr því. Og í stað þess að lagaumhverfið og skattastefnan snerist það að draga sem mest að gæðum út úr fyrirtækjunum almenningi til heilla í gegnum skattkerfið eða til þess að aftra því að þeir gengi á réttindi starfsmanna sinna, að þá var farið að horfa einvörðungu á fyrirtækin þannig að það væri að styðja þau í því að draga sem mest að verðmætum upp til eiganda sinna. Og blairisminn sósíaldemókratía sem sætti sig við þetta. Blairisminn sætti sig við það að atvinnulífið sé rekið fyrst og fremst með hagsmuni eigenda fyrirtækjanna leiðarljósi, en síðan þá litlu skatta sem að fyrirtækin greiða og þá litlu skatta sem eigandið þeirra greiða inn í samfélagið, þar ætla Blair og félagar hans að deila út með betri hætti heldur en íhaldsmennirnir og kapítalistarnir. Skiljanlega þá leiddi þetta til algjörs hrun sósíaldemókratíunnar í Evrópu, eins og við erum að verða vitni að núna. Gömlu sósíaldemókratísku flokkar, ekki bara Samfylkingin, að leysast upp í frumyndi sínar vegna þess að þau hafa tapað inntaki sínu, tapað hinni sósíalísku arfleifð, fyrst með stéttarsátt sósíaldemókratana og síðan með algjöri stéttauppgjöf blairistana.